Niðurstaðan í því sem að ég sagði kannski helst svo að ég tel að í framtíðinni verði erfitt að aðskilja hefðbundna verslun og netverslun. Það skiptir ekki máli hvort við erum að borga með vörunni yfir búðaborðið eða hvort við gerum það í gegnum netið, gegnum snjallsíma eða hvernig við gerum það. Og ég tók ákveðna samlíkingu með því þegar að verslun breyttist úr því að afgreiða vörur yfir búðaborð og yfir í sjálfsafgreiðslu. Það er kannski ákveðin líking með þessu. Þannig að ég held að eftir einhver ár að þá verði skilin á milli netverslunar og hefðbundinnar verslunar þau verði algjörlega útmáð. Íslensk netverslun hefur átt svolítið erfitt uppdráttar og það er kannski fyrst og fremst vegna þess hvað við erum með lítið markað og erum að keppa við stóra alþjóðlega netverslanir og þess utan yfirleitt frekar stutt í verslanir hérna og þess vegna höfum við kannski ekki náð sama krafti eins og aðrar netverslanir, en hins vegar hefur íslensk netverslun blómstrað mjög mikið núna á síðustu árum og eflst mjög mikið. Það hefur orðið sami vöxtur hérna eins og annars staðar og við sjáum það að þær netverslanir sem hafa náð hvað lengst eru þær sem hafa náð á erlenda markaði, náð til erlendra kaupenda og líka þeir sem eru með ákveðnar svona góða tæknilausnir og svo erum við sjá nýjar vörur sem eru að koma inn. Þannig að ég held að áskorunarnar fyrir íslenska netverslanir eru að tengja saman sem mest hefðbundnar verslanir og netverslun og nýta kosti hvoru tveggja.